Stjórn Listasafns Reykjanesbæjar ákvað snemma á síðasta ári að vera með sýningu í tilefni 100 ára afmælis fullveldis Íslands. Þingvallamyndir eru viðfangsefni sýningarinnar Hjartastaður sem opnaði á dögunum. Suðurnesjamagasín kíkti í listasal Döshúsa og ræddi þar við Valgerði Guðmundsdóttur, menningafulltrúa Reykjanesbæjar, Hjartastað og einnig safnahelgi á Suðurnesjum sem helgina 10. til 11. mars næstkomandi. Já, þannig mál með vexti að snemma á síðasta ári þá ákváðum við sem erum í liststjórninni að væri nú gaman að gera eitthvað skemmtilegt í tilefni þess að það er 100 ára afmæli fullveldis á Íslandi. Og Aðalsteinn Ingólfsson sem hefur nú verið sýningarstjóri oft hjá okkur, hann kom með þá hugmynd að við fengjum lánaðar Þingvallamyndir úr einkasafni Sverris Kristinssonar og það varð úr og hér erum við núna með myndir af Þingvöllum eftir 17 listmálara, alla á, þetta spannar í rauninni það besta af 20. öldinni. Með þeir yngstur Magnús Tómasson og svo einir sem enn lifandi, en síðan erum við með þá snillingana Kjarval og Ásgrím, Jón Þorláksson, Jóhann Brím og svo framvegis. Og í tilefni þess að þessi sýning fullveldis afmælissýning, þá verður fjöldi viðburða einmitt í tengslum við þennan afmælisviðburð. Og meðal annars á safnahelginni, þá ætlum við að vera hér þá ætlar sýningarstjórinn að koma og segja frá sýningunni og hér verður líka óvæntur gjörningur. Og hann Eiríkur Hermannsson frá sögufélagi Suðurnesja, hann ætlar eitthvað að segja frá svæðinu þessu umhverfi, hvernig það var fyrir 100 árum síðan? Jú, það nefnilega þetta að við ætlum að vera með einn af þessum viðburðum sem við erum með í tengslum við þessa sýningu, það að við ætlum að vera með sögukvöld, þar sem sögufélagið og Byggðasafn Reykjanesbæjar taka þátt í þessu með okkur og þar á einmitt að fjalla stöðu Suðurnesja árið 1918, hvað var hér að gerast, hvernig var ástandi hérna þá og leið verður Aðalsteinn segir hann svona myndlistarlega hlutan af fræðslunni. Núna aðra helgi þá eitthvað sem við köllum safnahelgi á Suðurnesjum og þar eru allir menningafulltrúar svæðisins búin að vera í miklum undirbúningi. Hvað getur þú sagt um safnahelgi? Já, þar verður hér alltaf fullu aðra helgi, opið á öllum söfnum, ókeypis inn og líka á ýmsum svona einkasöfnum og sýningum og dagskráin kemur öll til með að fara inn á safnahelgi.is. Þannig að við bendum fólki bara á að fara þar inn og fá nákvæmari útlistanir á hvað í boði. En hér verður ýmislegt, til dæmis eins og hér í Dúshúsum, hér verður leikfélag Keflavíkur með gjörninga á sunnudeginum og ekki vitað enn náttúrulega hvað þar verður á ferðinni. Harmoníkufélagið verður hér á laugardeginum. Það verður opið í slökkviliðssafninu og þar fyrir nú hver að verða síðastur að kíkja inn á þá glæsilegu sýningu. Og við erum náttúrulega með rokksafnið. Og það líka sýning út í Reykjanesvirkjun? Já, þar verður opið, þannig að fólk bara hvatt til þess að mæta. Í Sandgerði verður nýr viðburður, þar eldri maður sem á fullt af skipalíkonum heima hjá sér og ætlar að bjóða fólki heim. Í Garðinum verður náttúrulega opið á Byggðasafninu og fleiri stöðum. Þannig að vonandi fáum við bara þokkalegt veður, þannig að fólk geti farið hratt og vel á milli bæjarhlutana. Og Grindavík sunnudagurinn þessi helgi fyrsta helgi í menningarviku Grindvíkinga, þannig að þar verður mjög mikið og margt í boði, fjölbreytt dagskrá. Með þessari safnahelgi þá þið meðal annars að höfða til fólks utan Suðurnesja, þeir viljið endilega fá gesti á svæðið. Já, og þess vegna þessi tímasetning valin. Við erum að reyna að fara svona fyrir utan þennan venjulega sumarleyfistíma höfuðborgarbúa. Erum að láta okkur detta í huga þeir hafi kannski ástæðu til þess að kíkja hingað suðrætti til okkar á þessum árstíma. Við höfum orðið vör við það síðustu árin að það eru sífellt fleiri gestir að koma, þannig að þetta eitthvað sem virðist við höfum hitt í mark. En auðvitað erum við líka að hugsa okkar eigið fólk og nota tækifærið til þess að kíkja í okkar eigin söfn og okkar eigin sýningar og nágrann okkar. Þannig að við erum
við erum að vonast til þess að íbúar Suðurnesja noti nú tækifærið og sjáu hvað þeir eiga stórkostleg söfn og sýningar.